Á blaðsíðu 76 til 78 í bókinni er fjallað endursagnir og viðtöl og það kemur að því að nemendur þurfa að gera viðtal, taka viðtal og þegar það er gert að þá er ágætt að vera búin að kynna sér og þekkja muninn á beinni og óbeinni ræðu. Eins og segir þetta blaðsíðu 76 að þá eru viðtöl algengi í fjölmiðlum og við hlustum á útvarpsviðtöl og sjáum viðtöl við fólk í sjónvarpi og lesum blaðaviðtöl og nemendur gefa út skólablöð og í þeim birtast oft viðtöl og eflaust hafa einhver ykkar tekið viðtal, stutt viðtal þegar þau voru í grunnskóla. Það er ágætt að vera búin að undirbúa viðtalið svolítið vel og skrifa niður spurningarna fyrir fram og ágætt líka að kynna viðkomandi í byrjun viðtalsins. En það sem ég ætla nú kannski að helst að ræða í þessari glæru er bein og óbein ræða því að þegar að viðtal er tekið þá svarar viðkomandi í beinni ræðu og það sem er í beinni ræðu er innan gæsalappa. Við sjáum það til dæmis blaðsíðu 77 þar sem að er viðtali Maríönnu Klöll Lúthersdóttur og allt viðtal við hana nánast allt viðtal við hana er innan gæsalappa, þannig að það er í beinni ræðu. En þegar það er að breyta úr beinni ræðu í óbeina ræðu, að þá falla niður gæsalappirnar og það er verið að endurtaka það sem að viðkomandi sagði, en það er sagt í óbeinni ræðu og við viljum að skoða það hérna á næstu glæru. Hér ætla að sjá nokkra setningar, nokkra málsgreinar sem eru í óbeinni ræðu og æfa okkur að setja þær í beina ræðu. Hann sagði að hann væri búinn að bíða eftir henni í 15 mínútur. Ef við ætlum að setja þetta í beina ræðu, þá kemur það innan gæsalappa og væri eitthvað á þessa leið: ég er búinn að bíða eftir þér í 15 mínútur. Gæsalappir myndu lokast, gefi komma, sagði hann. Næsta setning er þarna: Sigga sagði að hún væri komin með ógeð á kókosbollum. Þetta er sett fram í óbeinni ræðu. Ef við ætlum að setja þetta fram í beinni ræðu, þá myndi koma beint fram það sem Sigga sagði. Og líklegast myndi Sigga segja: ég er komin með ógeð á kókosbollum. Og þetta kemur innan gæsalappa. Og síðan í endan kemur kannski sagði Sigga. Hér er þriðja. Sigurður sagði við Jón að þeir ættu kannski eitthvað ofurlítið vantalað og eitthvað vantalað við einhvern þar eftir að segja eitthvað við einhvern, þurfa að tala meira saman. Og þarna segir Sigurður líklegast við Jón: við eigum kannski eitthvað ofurlítið vantalað, Jón, sagði Sigurður. Nú ætlum ég að láta ykkur lesa á næstu og kannski aðeins að hugsa hans hana. Hér er málsgreinin: Nelson sagði að það væri töluverður munur að búa á Íslandi í dag og þegar hann kom til landsins fyrir 10 árum. Hvað er nú best að byrja? Við þurfum að byrja á því sem Nelson segir. Hvað er það sem Nelson byrjar á því að segja? Líklega segir Nelson: það er töluverður munur að búa á Íslandi í dag og þegar ég kom til landsins fyrir 10 árum. Og sjáu þið síðan aðeins hvernig hér er þetta sögn í víþinghætti.
þegar við setjum þetta í beinaræðu þá segir hann bara það töluverður munur að búa í Íslandi í dag og þegar ég kom til landsins fyrir 10 árum, þá sjá þetta hann er að tala sjálfan sig, hann má ekki segja hann, það verður að segja ég. Athugum næstu, hér stutt málsgrein. Þeir spurðu hvað hann væri að elda. Hvernig myndi þessi málsgrein byrja? Í beinni ræðu? Væntanlega, hvað ertu að elda? Spurningarmerki. Spurðu þeir. Eða spurðu þeir hann. Munum alltaf að þegar það beinræða þá þurfa að gæsalappir. Hér sjá þetta hvergi gæsalappir utanum einar málsgreinar. Þessi svolítið flóknari. Þannig opin ræða, ég sagði við þann að mér fyndist, það nætti að slaka hans á í rektinni og sjáðu aftur, hér aftur komin sögn sem í viðtingingarhætti. Viðtingarháttur eitthvað sem mögulegt eða kannski. Þegar við setjum í beinaræðu, þá setjum við framsöguhátt. Og þannig að segja innan gæsalappa eitthvað í beinni ræðu. Og þarna líklegast að ég segði, mér finnst að þú ættir að slaka eins á í rektinni. Gæslappir lokast, sagði ég við hann. Og hér loksins einu viðbót. Hann byrjaði á að segja að hann vissi ekki að ég vissi bílslysið. Þessi setning svolítið flókin en við skulum sjá hvort við getum sett inn í beinaræðu. Líklega segir hann, ég vissi ekki að þú vissir bílslysið, sagði hann, eða byrjaði hann á að segja. Nú þarna erum við búin að vera í óbeinni ræðu. Nú ætlum við að fara hina leiðina, fara úr beinni ræðu og í óbeina ræðu. Hér fyrsta og þið sjáið að það sem í beinni ræðu innan gæsalappa. Gæsalappir alltaf niðri og uppi í lok. Og það gott að munna það og leggja á minnið svona og sumir hafa kannski keypt sér handbókina. Handbókum ritun og frágang sem gott að eiga og fletta upp í. Hér þurfum við að breyta í óbeina ræðu. Siggi sagði Jóni að koma með peysuna hans. Skoðu næstu sem kannski einfaldari. Hún á ensku. Hér tek ég bara eina svona enska setningu til að sýna ykkur að beinræða og óbeinræða eru líka í öðrum tungumálum. Hérna verðað Anne said that she understood me or understood him. Þetta jú hérna vitur allir hvort það á við fyrstu persónu eða þriðju persónu. Hvað ætlar það að hafa í matinn, spurði María Jón. Og þá þurfa að setja í óbeina ræðu. María spurði Jón hvað hann ætlaði að hafa í matinn. María spurði Jón hvað hann ætlaði að hafa í matinn. Óbein ræða. Á ég að hjálpa þér að komast undan galdranorninni, spurði hann mig. Hér þurfum að byrja hér. Hann spurði mig hvort hann ætti, hér breytist sögnin á,
í hvort hann ætti að hjálpa mér að komast undan galdrarótinni. Þið sjá að þarna er að breyta persónufórnöfnunum. Hann spurði mig hvort hann ætti að hjálpa mér að komast undan galdrarótinni. Og þetta er málsgrein úr sögu sem hefur stundum verið lesin í íslensku. Nú þetta er beint úr því sem þið hafið verið að lesa. Sagan þarna strákinn sem tók nærbuxur systur sinnar og seldi þær. Ég hef ekki neitt tíma til að ræða nærbuxur, það er allt og ómerkilegt umræðefni, segi ég alvarlega. Hér þurfum að breyta í óbeina ræðu og byrja hér. Ég segi alvarlega að ég hafi ekki neitt tíma til að ræða nærbuxur. Það sé allt of ómerkilegt umræðefni. Ég ætla að endurtaka hans þessum málsgrein. Ég segi alvarlega að ég hafi ekki neitt tíma til að ræða nærbuxur. Það sé allt of ómerkilegt umræðefni. Punktur. Það er komin í óbeina ræðu. Viltu gjöra svo vel að opna skólatöskuna? Sagði hann. Setjum í óbeina ræðu. Hann sagði mér að gjöra svo vel að opna skólatöskuna. Eða hann sagði honum að gjöra svo vel að opna skólatöskuna. Ég skal sko hringja í pabba þinn, æpti kaupmannsdóttirin. Óbein ræða. Kaupmannsdóttirin æpti að hún ætlaði sko að hringja í pabba minn eða pabba hans. Vinnan göfgar manninn, sagði faðir minn einu sinni við mig. Við setjum í óbeina ræðu. Faðir minn sagði einu sinni við mig að vinnan göfgi manninn. Og þá var ekki lengra.